Hér á Sauðárkróki opnar innan skamms fyrsta lífeldsneytisstöðin á Íslandi. Þá verður hægt að dæla á dísilbíla að minnsta kosti eldsneyti fyrir innan við 200 krónur lítrinn. Já, við sáum hér ákveðið tækifæri með heimamönnum sem að hafa sýnt mikinn áhuga á að vera vistvæn, eins og til dæmis með sorpflokkun og annað sem hér í Skagafirði. Þannig að okkur stóð bara til boða að byrja hér með þessa eldsneyti vistana sem við erum að framleiða á Íslandi og við sáum bara þessa frábæra móttöku sem við fengið og alla stuðningin að hér ákveðum við að byrja. Hér okkar heimabær líka og þannig það var bara mjög við hæfi. Nú hins vegar verksmiðjan staðsett í Keflavík. Hvernig hefðir viljað hafa hana hér kannski? Já, núna. Það er of seint í dag, sko. Það er búið að leggja það mikið fyrir þar og það verður ekki aftur snúið með það neitt. Þú stekka bara þar, sko. Hvað rak þig áfram út í þetta ævintýri? Sko, það kannski má segja fyrst og fremst vistvænni hlutin. Ég hef verið mikið, hugsað mikið þörunga og annað og byrjaði náttúrulega að borða söl þegar ég var 2 ára. Þannig að maður þetta er svona loði við mann að hugsa frekar út í að það væri náttúran náttúrulega býður upp á allt og þetta er bara að nýta það. Svo náttúrulega þegar að eldsneytisverð hækkaði á sínum tíma, þá fóru menn út í þörungaræktina. Það eru 10-12 ár síðan sem það fór að vera eitthvað að viti. Og ég hef verið meira að minna með annan fótinn á hliðarlínu og hægt mér út í það. Og kannski mest fyrir 2 árum síðan, af fullri alvöru og þunga. Þá fer þið samstarf við sænskt fyrirtæki. Segðu mér aðeins frá þessu öllu. Þetta sænska fyrirtæki er leiðandi á markaðnum í Skandinavíu, er að framleiða 130.000 tonn á ári, sem eru svo ársnotkun Íslendinga. Er það úr repjuolíu? Já, úr repjuolíu, já. Og eins og við vitum að með repjuna þá er takmarkað fyrir því hvað hægt er að rækta landið og taka landið frá, því þú ert að taka frá matvæleiðnaðinum og þá hefur þessi náttúrulega hugmynd alltaf skotið upp þörungarnir og Ameríkanar eru náttúrulega fremstir og Þjóðverjar í að rækta þörunga til og framleiða eldsneyti og þá kemur þetta samstarf fyrst og fremst í gang vegna okkar legu eins og við erum hér með koltvísýringin, nægan koltvísýring, heitt vatn og ódýrt sem þarf til þess að framleiða þörungana sem gefa síðan af sér olíu. Og þetta er 3. kynslóðar eldsneyti sem er byrjað að nota og verður okkar framtíðar eldsneyti á öll farartæki. Repjan, geturðu fyrir þá sem ekki vita, úr hverju kemur hún? Repja, þetta eru blóm sem ég veit ekki hvort þú séð þessi gulu blóm sem á við og dreif út alla Evrópu. Þetta eru þau blóm og fræin sem að safna í sig yfir sumartíman, safna í sig olíu. Og síðan eru þau slegin og olían er pressuð úr fræjum og þá færðu repju olíu. Og við flytjum hana inn annarkvort eða bæði frá Danmörku og Hollandi og blöndum út í hana íslensku metanóli sem er framleitt af Carbon Recycle á Svartsenginu. Þannig að við erum eins íslenskir og við getum verið í dag. Og þegar að þörungarnir koma og olían úr þeim, þá erum við orðin alíslensk. Og þess er ekki langt að bíða? Við erum að fara að setja upp núna svokallað pilotverkefni hér á Íslandi. Það er þegar búið að vera í Svíþjóð bæði í fyrra og núna og ég á ekki vonið því að það verði langt í að hér verði farið að framleiða í stóru stíl. Þetta hlýtur að vera hagkvæmara og hvað er verðið á lítranum að þessu? Í dag er lítrinn hjá okkur á 199 krónur og lækkunin er það er kannski náttúrulega fyrst og fremst að því að þetta er vistvænt og við skattalega síðan þá erum við ekki að greiða neina skatta af olíunni og þar liggur munurinn. En við auðvitað viljum bara bjóða okkar fólki og við erum ekki að setja of mikið á kannski hvern lítir en þetta gengur upp með þessu eins og þetta er svona og
við bara reynum að halda því áfram. En þetta gengur bara á díselbíla eða hvað? Já, þetta gengur bara á díselbíla. Og þá alla? Alla díselbíla. Kannski, það skóta, veit ég, sem eru nýlega, það stendur að það megi ekki, en svo það bara undir mönnum komið. Gagnvart ábyrgðum og slíku, þannig að við mælum ekki með því að menn sé að keyra eitthvað og gera eitthvað sem til þess að það falli ekki. Þannig að þetta bæði hagkvæmt fyrir kúnnana, fyrir ökumenn og bíleigendur en ekki síður fyrir bara vistkerfið okkar. Já, sérstaklega náttúrulega fyrir vistkerfið. Eins og við vitum að það náttúrulega ekki endalaust hægt að skýta út og nú bara kom tími til að það verður að þrífa eftir sig líka, sko. Og við teljum okkur vera smá innlegg í það og vonandi meira. Og eins og hér verður til dæmis rafmagnsstaur fyrir hleðslu á rafmagnsbílum. Og það eitthvað sem á kannski vonandi eftir að verða meira líka. Þannig að við teljum okkur bara vera að geta og vera að bæta umhverfið okkar. Nú það Sauðárkrókur, hvar verður næsta stöð sett upp? Við erum með Akureyri, Hornafjörð, Egilsstaði og Selfoss og svo hefur verið haft sambandi okkur frá Vestmannaeyjum að setja þar upp stöð. Raunhæft að ætla að þetta verði allt farið í gang á þessu ári? Ég myndi segja á næsta ári. Við erum með 10 stöðvar sem við erum búin að ganga frá kaupum á töngum. Þannig að ég á ekki, og það næst 10 mánuðir sem eru eftir sem við höfum. En fyrir þá sem að fara nú að streyma á Sauðárkrók til að kaupa sér þetta fína eldsneyti, hvenær verður það hægt að fá það afgreitt? Ef öll leyfi eru komið þá 1. eða 2. ágúst, verslunarmannahelgin.